Öldin hennar, 1964. Lengi fram eftir 20. öldinni þótti það ókvenlegt að leggja stund á íþróttir. En margar konur létu það sem vind eyru þjóta og sýndu og sönnuðu að þær áttu alveg jafn mikið erindi í íþróttir og karlar. Handbolti varð geysi vinsæll á 7. og 7. áratug síðustu aldar. Sigríður Sigurðardóttir var ein þeirra kvenna sem gerði garðinn frægan í handknattleik á þessum tíma. Ég byrjaði í Val 58. Við komum þarna nokkrar inn og byrjuðum í öðrum flokki og síðan gengum við allar upp. Þannig að það var komið meistaraflokkur hjá Val, ungar og efnilegar stúlkur. Það var nú alltaf verið að tala að kvenfólk ætti ekki verið í íþróttum. Fengið stóra læri og stóran rass og svoleiðis. En við hlustuðum ekkert á það. Mótið eftir stekkir Jóa, hann var innherji hjá Val, síðan útherji hjá KR, hann var alveg spinnegall, ykkast til að gerða og svo æstan að honum enginn hendur band og í ein af síðu. Talaði ég myndi skjóta fast, ég hitti vel. Ég horfði sko á markmenn og sá alveg hvað hann var að gera þegar ég var kannski í loftinu og ég hitti bara mjög vel sko. Ég valinn í landsliði 59 og að fara til Noregs. Sem sagt á Norðurlandamóti. Ég var ekki nema 16 ára og var ein úr Val. Síðan var aftur Norðurlandamóti 1960 í Svíþjóð og þar urðum við númer 2 og fengum silfurpenning. Og við vorum ægilega montna með það. Það átti ekki að vera mót fyrir eftir 64 og svo þegar mótið byrjaði, þá var kallað á okkur og við bjuggum í valsemmina. Dögurinn sem við vorum að keppa. Komið svefnpoka, það var matur, handa okkur, létt æfing og svo vorum við að slappa af og svo bara fórum við með út á Laugardalsvelli. Og þetta þjappaði liðinu svo mikið saman. Þetta var alveg ævintýri fyrir okkur sjálfar. Það var talað það að það hefði verið bara slegið 4.000 manns á Laugardalsvelli, stúkan var troðin. Ég spilaði sendir, tók vítin. Ég hafði gengið ágætlega sko. Svo þurfti ég að klúra þarna 2 vítin í röð. Stangirnar svona sirkur megin sko. Nema í 3. vítinu þá sagði Pétur við mig, nú ferð þú inn og skora sko. Og ég gerði það, en það var mikill léttir. En þetta var erfitt að labba inn því ég heyrði alveg sko í stúkunni. Allar hann að senda hana einu sinni en við unnum með 2. Þetta var alveg óskaplega skemmtileg tíma fyrir liðið og þjálfarann Pétur. Eftir sigur á Norðmönnum og jafntefli við Dani burstaði íslenska kvennalandsliðið það finnska þann 30. júní 1964 og sigraði mótið. Kvennalandsliðið braut þá blað í íþróttasögu landsins og urðu fyrst íslenskra landsliða til þess að vinna titil í hópíþróttum. Og þegar við vorum búin að vinna þetta mót og það sagði ég alltaf, já við vorum bara að þakka fyrir okkur. Það HSÍ gerði mikið fyrir okkur sko. Sigríður Sigurðardóttir braut síðan annað blað í íþróttasögunni þegar hún hlaut verðskuldaðan heiður og var fyrst íslenskra kvenna kosin íþróttamaður ársins 1964. Eftir skamma stund leit hún að Billy